Since the earliest days, fish has been an important source of food for humanity. During the last century, increased knowledge has shown that properly managed and responsible fisheries are vital in order to sustain and renew this gift of nature. Iceland has taken a leading role in fisheries management, focusing on the sustainable use of the fish stocks and good treatment of the marine ecosystem. The Icelandic fisheries system has been developed in accordance with international law and the United Nations Food and Agriculture Organization Code of Conduct for Responsible Fisheries. Áður þá spurðu menn bara hvað vil ég fá úr hafinu. En með siðareglunum þá segja menn að við verðum að taka tillit til umhverfisins, taka tillit til heildarmyndarinnar. Og þær í rauninni lýsa því hvernig megi ná sjálfbærum og ábyrgum fiskveiðum allan heim. En þetta ekki reglur sem að löndum skylt að fara eftir. Þetta leiðbeinandi, þetta lýsir í rauninu það sem ég hef kallað svona fyrirheitna landinu. Scientific research is the foundation of the system. The decision on total allowable catch is based on stock assessments and data from the Marine Research Institute. Það að ná árangri í ábyrgri fiskveiðistjórnun krefst þess að við höfum haldgóða vitneskju ástand stofnana á hverjum tíma. Og til þess að við getum gert það, þá þurfum við að stunda mikla sýnatöku, gagnaöflun, árið kring. Every year, the Marine Research Institute sends out its research vessels to collect data on stock sizes and the marine environment. Þetta verkefni sem við erum að vinna núna, við köllum það stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum og þetta verkefni sem hefur farið fram alveg frá 1985 og við erum að toga með botnvörpu á 600 stöðum allt í kringu landið og við erum að mæla allar þessar tegundir sem við fáum í trollið. Við mælum og við vigtum og kíkjum í maga og söfnum kvörnum. Stock assessments are based on methodical research on the size and productivity of the fish stocks and the marine ecosystem. The information is submitted to and evaluated by the International Council for the Exploration of the Sea, ICES. This collaboration ensures that the Marine Research Institute works in conformity with international standards. Rannsóknarstarfsemin, hún gerir okkur kleift að fylgjast með þróun stofnana og draga úr veiðum eða leggja til auknar veiðar eftir því sem við á hverjum tíma. Þannig að tryggt sé að við höldum okkur við bestu þekkingu og sjálfbær viðmið. The Marine Research Institute recommends a total allowable catch to the fisheries authorities, applying precautionary considerations, which means that harvest rates are kept low and overfishing is avoided. The Minister of Fisheries subsequently decides the total allowable catch for the quota year, which starts on the 1st of September each year. Hvert skip þarf að hafa almennt veiðileyfi til þess að stunda fiskveiðar við Ísland og þegar ákveðin hefur verið heildarafli fyrir fiskveiði árið sem við á, þá tekur Fiskistofa í rauninni við þeim upplýsingum og útdeilir til skipa sem hafa hlutdeild á grundvelli þeirra hlutdeildar í hverri fisktegund. As a rule, Icelandic fishing is mixed, so each vessel must have a quota for all the species to be caught on a fishing trip. If a vessel catches fish of other species in excess of its fishing permit, the fishing company is required to obtain additional quota within 3 days of landing the catch. Eftirlitinu sinnt annars vegar borð í veiðiskipum og hins vegar í landi þegar aflað landað og þegar hann vigtaður og skráður. Afli þarf að vera aðgreindur eftir tegundum og hver tegund vigtuð sérstaklega. Once the catch has been weighed, the harbour authorities register the catch in the central database of the Directorate of Fisheries. Fiskveiðistjórnin á Íslandi býsna einstök að því leyti hvað allar upplýsingar eru auðfengnar og það má segja að kerfið sé gagnsætt að því leyti til að það hægt að sjá
uppfært á vefnum allan afla hjá öllum bátum strax daginn eftir að honum landað og einnig kvótastöðuna. Ég hef sett hérna upp sem dæmi eitt bát á Stykkishólmi. Núna í síðustu viku, 4. apríl, þá landaði hann, við getum séð, já, hann kom með 862 kíló af þorski, 839 kíló af ufsa og 3 kíló af karfa. Nú, við getum farið síðan inn í rauninni, það eins og heimabanki. Hér staðan á reikningunum hjá þessum bát, það að segja, hvað fékk hann mikinn kvóta í þorski, 26,5 tonn, og hann búinn að veiða á þessu ári 1271 kíló. Area closures are a vital part of responsible fisheries management. Some are in force for longer periods of time. They may apply to specific fishing gear, vessel size, or all fishing. Temporary closures of areas are enforced to protect the spawning grounds of cod and other demersal species. Við náum meðal annars árangri í því með því að loka svæðum þar sem að ungviðið eftirlitsmenn lengdarmæla afla og ef það kemur í ljós að ákveðið hlutfall smáfisks fer umfram leyfileg mörk, þá svæðinu bara lokað samstundis og það bara tilkynnt með tilkynningu í útvarpi. Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Hafrannsóknastofnun. Eftirfarandi skyndilokanir eru í gildi. Það að sjálfsögðu grundvallaratriði að við náum að vernda ungviðið til þess að það nái að vexa og dafna og verða að annaðhvort fiski sem verður afurð eða þá að ná að fjölga sér. For decades, Iceland has been in the forefront of developing fisheries management systems with the emphasis on economical and sustainable use of renewable resources. By taking full responsibility in managing our fishing zone, we intend to stay in the forefront of responsible treatment of the marine resources for the benefit of future generations.